Velkomin. Við erum að fara að kynna hérna ársuppgjör eða árslutauppgjör fyrsta fjórðungs og við erum mjög stolt að kynna þetta uppgjör. Það eru gríðarlega breytingar sem eiga sér stað á fyrsta fjórðungi. Við höfðum kynnt að við værum að klára sölu á farsímainnviðum. Við klárum líka sölu á hlut í Færeyjum. Við erum að selja þar okkar hlut á rúmlega 10 sinnum EBITDA. Okkar félagi metið á 5 sinnum EBITDA, þannig að það eru góð skipti. Ég ætla að fara svona hér á eftir í gegnum bæði söluna og aðra innviði sem við erum með til sölu og svona nýjungar sem við erum með í rekstrinum. En áður en lengra haldið, þá ætla ég að bjóða Signýju fjármálastjóra að koma og fara yfir rekstrartölurnar úr fyrsta fjórðungi. Gjörðu svo vel. Takk Heiðar. Ef við byrjum á því að skoða svona helstu lykiltölur, þá voru tekjur fjórðungsins 5 milljarðar og EBITDA 1,4 milljarðar sem eru fjárhæðir nánast á pari við sömu fjárhæðir á síðasta ári. Afkoman var tap upp á 231 milljón, samborið við tap upp á 350 milljónir í fyrsta fjórðungi 2020 og frjálst fjárflæði neikvætt 190 milljónir, samborið við jákvætt upp á 522 í fjórðungnum ári áður. Ef við horfum aðeins yfir rekstrarreikninginn, það var eins og ég kom inn á áðan, tekjur standa nánast í stað og sama á við framleiðina. Rekstrarkostnaður lækkar 83 milljónir sem að mestu leyti til komið vegna þeirra hagræðingaraðgerða sem við munum af síðustu misseri. En einnig rétt að taka fram að vegna veikara gengis krónunnar þá svona ákveðin hækkun bæði kostnaðarverð og rekstrarkostnaði sem kemur þarna á móti. Þetta leiðir til þess að EBITDAn hækkar 2,4% á milli fjórðunga og rekstrarhagnaður fjórðungsins 42 milljónir samborið við tap upp á 21 milljón ári áður. Hrein fjármagnsgjöld lækka 348 milljónir, þar af lækka vaxtagjöld af langtímaskuldum 75 milljónir á milli tímabila sem helst vegna bara lækkandi vaxtastigs. Gengismunur var jákvæður að fjárhæð 46 milljónir samanborið við tap eða gengistap upp á 230 milljónir í fjórðungnum ári áður og við færum tap af sölunni í Færeyjum upp á 189 milljónir í gegnum áhrif hlutdeildarfélaga og leiðir þetta til þess að tap fjórðungsins 231 milljón samborið við 350 milljónir ári áður. Færum okkur síðan yfir í tekjustraumana. Þá lækka tekjur á fjölmiðlun 17 milljónir á milli fjórðunga eða 1%. Innan þessa liðar mjög jákvæð þróun, auglýsingatekjur að hækka á milli fjórðungana 1%. Við ákváðum í byrjun febrúar að hætta innheimtu á dreifigjaldi sem lagt var á þá vistavinni sem voru að kaupa áskriftir í gegnum aðra dreifiveitur, þannig að það hefur áhrif þarna til samanburðar á milli fjórðungana. Við erum að sjá mjög góðan vöxt í áskriftatekjum eftir að við tókum þá ákvörðun að færa Stöð 2 alfarið í læsta dagskrá. Við sjáum það að áskriftatekjurnar eru sambærilegar í janúar 2021 samborið við desember sem alla jafna tekjuhæsti mánuðurinn í áskriftatekjunum. Og við sjáum það einnig að áskrifendum að Stöð 2 og tengdu rásum fjölgað 12% á milli þessara fjórðunga. Tekjur af interneti lækka 1% eða 15 milljónir. Við erum að sjá viðsnúning í internettekjum og sjáum það að þær hækka frá fjórða fjórðungi yfir á fyrsta fjórðung alltaf 3%. Hækkunin nokkuð sambærilega milli einstaklings- og fyrirtækjamarkaðar en einstaklingsmarkaðurinn vegur talsvert þyngra þarna. Farsímatekjur hækku 3% á milli tímabila sem skýrist að stóru leyti til af vaxandi tekjur af hlutaneti eða IoT. En á sama tíma samdráttur þarna milli fjórðunga í reikitekjur sem lækkuðu alltaf 72%. Fastlínan heldur áfram að lækka og lækka 16%. Við erum þó að vonast til þess að þarna sé að verða ákveðin stöðnun þar sem við sjáum á milli fjórða fjórðungs og fyrsta fjórðungs að það hefur dregið úr tekjusamdrættinum og tekjur eru nokkuð sambærilegar á milli þessara fjórðunga. Tekjur af hýsingar og rekstrarlausnum lækka 58 milljónir eða 16%. Þetta kjarnastarfsemi Endós og má það helst rekja bara til minni búnaðarsölu á milli þessara fjórðunga. Vörusalan eykst 25% sem svona nátengt þessari COVID-þróun sem verið
og það mjög jákvætt eftir að við lokuðum Kringlunni á sjáum við sem sagt allavega vörusalinn að færast yfir í vefverslunina á Smáralind og aðrar tekjur þær standa bara nokkuð í stað á milli fjórðunga. Förum yfir í efnahagsreikninginn, þá sjáum við að fasta fjármunir hafa lækkað 8%, þar vegur þyngst salan á eignarhlutum í Færeyjum. Veltu fjármunir á sama skapi hafa aukist 9%, en krafan vegna sölunar í Færeyjum farið þarna innan viðskiptakrafna og annarra skammtímakrafna og var greidd til félagsins 21. apríl. Langtímaskuldir lækka 1% á milli tímabila og skammtímaskuldir lækka 10%. Helsta ástæða þessara lækkunar á skammtímaskuldum sem ég kom inn á í ársuppgjörun okkar. Við vorum í samningaviðræðum við ýmsa birgja vegna COVID-19 og þróunar á sýningarréttum sem átti sér stað vegna heimsfaraldursins, en það var að fullu upp greitt núna í fjórða fjórðungi. Við skoðum sjóðstreymið, það handbært fé frá rekstri 542 milljónir samanborið við rúman milljarð á sama fjórðungi árið áður eða lækkun 49%. Fjárfestingarhreyfingar eru 807 milljónir samanborið við 738 árið áður og skýrist þessi aukning að mestu leyti til vegna veikingar krónunnar og sér í lagi tengt fjárfestingum í sýningarréttum. Og fjármögnunarhreyfingar eru 320 milljónir samanborið við 590 milljónir í fjórðungnum árið áður. Þetta leiðir til þess að frjálst fjárflæði neikvætt 119 milljónir og skýrist það að mestu leyti til þess að ég kom inn áðan vegna greiðslu á þessum uppgjörum sem við vorum að gera við birgjan okkar í fjórðungnum, samanborið við 522 milljónir eða breytingu 641 milljón á milli þessara fjórðunga. Ef við skoðum helstu lykilmælikvarða, þá eiginfjárhlutfallið sambærilegt og það var áramótin eða 27,8%. Veltufjárhlutfallið fer úr rúmum 1 upp í 1,3 og hreina vaxtabærandi skuldir fara úr 15,4 milljörðum í 15,7 milljarða. Þetta var það sem ég ætlaði að fara yfir í tengslu við þessar helstu lykiltölur og reksturinn okkar. Heiðar ætlar að taka við. Takk fyrir. Já, ég ætla að fara yfir þær miklu breytingar sem að verða á efnahagsreikningunum hjá okkur. Auðvitað þegar við fáum greitt núna bæði fyrir söluna í Færeyjum og sem kemur inn á annan ársfjórðung, rúma milljarð, það eru 52,5 milljónir danskra króna. Og svo sölu á farsímainnviðunum, þar þurfum við að bíða eftir samþykki Samkeppniseftirlitsins, að þá auðvitað gjörbreytist staðan á efnahagsreikningi hjá okkur. Ég ætla að fara yfir það. Hér mynd sem við höfum sýnt áður hvaða sem við erum að selja. Við erum sem sagt ekki að selja tæknibúnaðinn, við erum að selja þessa óvirku innviði, má eiginlega segja strúktúrinn sem til staðar. Og við náðum núna í samningaviðræðunum að hækka söluandvirðið meira en halvan milljarð. Þannig að við erum að selja fyrir 7,1 milljarð, þetta bókfært á rúmlega 500, þannig að þarna mynda söluhagnaður upp á 6,5. Við gerum á móti langtíma leigusamning afnot af þessum stöðum og teljum hins vegar að þetta hafi afskaplega lítil áhrif á reksturinn. Eins og ég nefndi áðan með Færeyjar þá erum við að selja þær eign á margfaldara, EBITDA margfaldara sem 10. Við erum metin á 5, þarna í hvað varðar óvirku innviðina erum við að selja á margfaldara sem vel yfir 20, milli 20 og 30. Þannig að það gefur augaleið hversu hagkvæm viðskipti þetta eru. Þannig að okkur gefst núna færi á því að greiða hratt niður skuldir og eins og kom fram hjá Signýju hérna áðan að þá í fyrsta ársfjórðungi vorum að greiða niður skammtímaskuldir, útistandandi skuldir við birgja og veltufjárhlutfallið hækkaði hratt. Hvað þetta varðar þá erum við að fara að greiða niður skuldir líka. Við skuldum nettó langtímaskuldir fyrir utan leigusamningana 10 milljarða. Þannig að ég sé alveg fyrir mér að við greiðum niður 5 milljarða af þessu. En við erum líka að undirbúa sölu á fleiri fjarskiptainnviðum og ég sýndi í haust nokkur kerfisveigum. Við erum búin að undirrita viljayfirlýsingar og skiptast á trúnaðaryfirlýsingum varðandi sölu á burðarneti við 3 mismunandi aðila. Við erum með 800 staði á landinu sem eru tengdir í þessu landsdekkandi kerfi okkar.
og það eru gríðarlegir hagræðingar möguleikar í samrekstri og það er oft verið að tala um sjálfbærni og að minnka sóun. Þetta sannarlega liður í því, auk þess sem kerfið verður þá heilsteyptara og öruggara. Við erum líka með sjónvarps- og útvarpsdreifingu all land og ekki bara í lofti, heldur líka svo kallað IPTV-kerfi og það er myndlyklakerfið og grunnurinn af því. Ekki myndlyklarnir sjálfir, heldur það sem tengir þá saman. Og þar er annar aðili sem rekur landsdekkandi kerfi og það eru augljósir hagræðingarmöguleikar í samrekstri hvað þetta varðar. Þannig að við erum mjög spennt fyrir því að helst klára eitthvað núna bara í sumar í kringum sölu á þessum innviðum. Þetta tvennt getur hæglega numið svipaðri fjárhæð og við seldum farsíma innviðina fyrir. En það eru spennandi tíma framundan og við fórum á stað bara í lok fyrsta ársfjórðungs með nýtt vöruframboð sem heitir Fjölskyldupakkin. Viðtökurnar hafa verið framar okkar björtustu vonum og það er engin vara sem við höfum farið að stað með í sögu Vodafone sem hefur selst jafn hratt og jafn vel og þetta mun sannarlega hafa jákvæð áhrif á annan ársfjórðung. Þannig að með þessu erum við líka svona að reka smiðshöggið á sameininguna á miðlunum og fjarskiptunum vegna þess að þarna erum við að nýta styrkleikana með því að bjóða saman upp á svona frábæran pakka þar sem fólk fær aðganga ótakmörkuðum farsímum og neti og netbeinum og myndlyklum og öðru slíku og öllu því hágæða efni sem við erum að bjóða upp á. Þannig að þetta er sigurvara og eftir að fylgja okkur og stýra svolítið árangur okkar næstu misserin. Þegar við keyptum miðlana þá var alveg ljóst að Netflix var komið inn á 60 og eitthvað % heimila og að Disney Plus var á leiðinni og annað þvíumlíkt og það sem við markvisst höfum verið að gera sem er okkar styrkleiki það er að leggja áherslu á innlent efni og við fengum í vor núna 16 tilnefningar til Eddunar og við erum með langstærstu íslensku efnisveituna sem er Stöð 2 Plus þar sem við erum með talsett barnaefni, ólíkt Disney Plus, miklu meira barnaefni, séríslenskt barnaefni, auk þess að við erum með allt annað efni textað eða með lýsingu. Þannig að við rækjum okkar menningarhlutverk hvað þetta varðar og teljum að þetta sé efni sem muni alltaf eiga mikla eftirspurn á Íslandi. Við lokuðum fréttunum núna í byrjun ársins og margir voru með yfirlýsingar hvað það var í misráði. Það var alls ekki misráði. Við erum búin að fjölga áskrifendum nokkur þúsund við þetta sem greiðir fyrir lokunina. Þetta líka bindur saman dagskrána betur hjá okkur. Þetta verður heilsteyptara. Við erum með hreina áskriftarstöð og það er auðveldara að reka slíkt apparat heldur en að vera alltaf að opna og loka á víxl. Við erum sérstaklega stolt af fréttastofunni. Við hlutum þar 4 af 5 tilnefningum til Eddunar í flokknum frétta og viðtalsþættir ársins. RÚV sem sagt með 1 og við með 4 af 5. Og svo erum við að fara að staðu þetta með nýja þætti til að mynda fréttaskýringaþátt, það sem er ekki krakkafréttir en það er svona fyrir yngra fólk heldur en vanalega horfir á fréttirnar hjá okkur og erum mjög spenntir við því. Auglýsingamarkaðurinn hefur að þróast gríðarlega undanfarin ár og við tökum við af því. Það hefur verið í gangi kerfi á Íslandi sem Gallup hefur rekið. Það kerfi mun líða undir lok í september. Við höfum verið markvisst að undirbúa okkar framboð til samræmis við það og það er búið að venja auglýsendur á ákveðnar aðferðir sem samfélagsmiðlarnir hafa boðið og við erum að laga okkar efnisframboð að því. Og við getum farið að skoða strax bara staðsetningarmiðuða markaðssetningu. Á bolludaginn þá getur til að mynda bakarí á Egilsstöðum sett inn bolludags auglýsingu og það eru bara þeir sem eru í námunda við það bakarí sem fá þær auglýsingar. Þeir sem búa nálægt Björns bakarí í Vesturbænum, þeir fengju þá auglýsingar frá Björns bakarí. Alveg eins er hægt að sjá þetta með prófkjör sem núna er í uppsiglingu að það er hægt að staðsetninga miða nákvæmlega hver fær auglýsinguna. Ekki bara hvar viðkomandi býr, heldur líka í hvaða aldursflokki, hvort kyn og annað þvíumlíkt.
Þannig að þetta virkilega spennandi og þá í stað þess að vera í auglýsingaherferð sem dreifist út allt og hittir illa þá sem nauðsynlega þurfa á upplýsingunum að halda, þá verður þetta markvisst. Við erum líka farin að gera þetta með að tengja ákveðin efnisorð eða ákveðna flokka við auglýsingar. Það voru skemmtilegar auglýsingar sem birtust frá bjórframleiðandunum Bola eða léttölsframleiðandunum Bola, hvernig svo sem á það litið. Og þeir tengdu sér alltaf bólusetningum, þannig að ef einhver fór að skoða frétt sem tengdist bólusetningum að þá kom bólasetningin. Bólasetningin í fullu gangi og fólk hvatt til að taka þátt. Og þetta virkar og hefur gríðarlega áhrif á sölu. Við erum líka með svo kallar VOD-birtingar sem eru þá í sjónvarpi, pre-roll eða sem sagt spilað áður en að þú færð efni sem þú ert að leita að. Og þar eru við líka með efnisflokka, þannig að við erum alltaf að auka nákvæmnina, við erum alltaf að auka það að þú hittir fyrir þann markhóp sem þú ert að leita að og við erum með eitthvað sem við kallum unique CPM sem öfugt við það sem samfélagsmiðlar bjóða upp á. Samfélagsmiðlar hafa hingað til verið að bjóða upp á að auglýsingin þín birtist 1000 sinnum. Var það kannski sami aðilinn sem fékk hana 1000 sinnum, það ekki farið í gegnum það. Við hins vegar getum alveg gert greinarmun á því og sagt það voru 1000 mismunandi aðilar akkurat á þessu aldursbili, af þessu kyni, búandi á þessu svæði sem fengu auglýsinguna. Við erum mjög stolt af því að halda utan Evrópumótið, þetta stærsti sjónvarpsviðburður ársins og byrja núna 11. júní. Og það hefur gengið vel að selja fyrir kostendur inn á mótið. Við verðum með gríðarlega mikla umgjörð, hver einasti leikur verður sýndur og mikil dagskrárgerð sem fer fram í kringum þetta. Og við erum með Helenu Ólafsdóttur og Gumma Ben í að halda utan þetta verkefni. Við erum að klára núna samninga við fótboltann hér á Íslandi og erum að tryggja okkur það næstu 5 árin. Við höfum verið heimili fótboltans, Pepsi Max eins og deildin heitir í dag, í aldarfjórðung og núna erum við sérstaklega stolt af því að þessi samningur hefur það í för með sér að við munum sýna alla leiki í kvennaknattspyrnu, alla leiki í karlaknattspyrnu og þetta í fyrsta skipti sem einhver greiðir fyrir sýningarrétt að kvennaknattspyrnunni og við munum gera henni hátt undir höfði enda sjáum við að áhorfa á hana ágætt. Í kringum þetta erum við að þróa sér efnisheim þar sem við erum ekki að senda alla leikina beint út á Stöð 2 Sport, heldur þetta nálgast þau núna fyrsta kasti í gegnum vefsjónvarpið hjá okkur og þar geta allir stuðningsmenn séð og fylgst með sínu liði. Og við erum að halda áfram að þróa þetta og það verður alls konar skemmtilegt í kringum þetta tölfræði og annars konar umfjöllun. En við höfðum sagt að það var, og segjum enn að það hægt að senda inn spurningar á fjárfestatengsl@sýn.is og við höfum fengið nokkra spurningar og ég hérna með 4 spurningar sem hafa verið sendar og þá fyrst það hvaða áhrif hefur sales leaseback á sjóðstreymi félagsins. Og þá það þannig að þetta leigusamningur sem með árlegum leigugreiðslum rúmlega 400 milljónir og þannig farið með þetta í reikningsskilum á nákvæmlega sama hátt og allar aðrar leigugreiðslur. En við skiptum greiðslunni upp í afborganir og vextir og það mér skipt til helminga 50-50. Þannig að þetta 220 milljónir í vexti og 220 milljónir í afborganir. Hvaða áhrif hefur sala innviðana á fjármagnskostnað félagsins? Til skamms tíma mun salan hækka fjármagnskostnað vegna þess að við erum þá ekki búin að greiða niður með andvirðinu þessar langtímaskuldir sem við erum með upp á 10. En auðvitað eins og ég sagði áðan munum við gera það og til langstíma litið þá þetta miklu betri fjármögnun heldur en sú fjármögnun sem almennt býðst hér á landi. Þetta alþjóðleg trygg fjármögnun á mjög hagstæðum kjörum til mjög langs tíma. Síðan spurning 3, hvaða aðra innviði hefur félagið í skoðun að selja og hvert mögulegt verðmæti þeirra? Ég fór yfir þetta í kynningunni hérna áðan. Síðan spurning, verða eftirstandandi vaxtaberandi skuldir endurfjármagnaðar? Ég fór yfir það líka.
og ef svarið já, hversu mikið gæti fjármagnsgjöld lækkað? Nú það þannig að þegar fyrirtæki keypti miðlana 2017 í árslok, þá voru vaxtakjörin mun betri almennt á markaði heldur en eru núna, en þá líka var verið að sækja sér 10 milljarða fjármögnun. Við þurfum ekkert meira en 5 milljarða fjármögnun, við þurfum þess í raun og veru ekki, við getum greitt niður allar skuldir, segi ég á þessu ári, en auðvitað eitthvað vit í því að vera með skuldsett fyrirtæki. EBITDA hjá okkur nálgast 6 milljarða, ég meina hvað viljum við skulda mörgum sinnum EBITDA, þegar menn fara að skoða síðan IFRS EBITDA sem 6 milljarðar, hvað EBITDA, ég meina EBITDA yfir 3 milljarðar, að skulda tvisvar sinnum EBITDA ef maður tekur út leigugreiðslurnar, það finnst mér bara hóflegt sem væri þá 6 milljarða skuldir. Þannig að það gefur augaleið að það sem við erum nú þegar búin að selja og erum að fara að klára með leyfi Samkeppniseftirlitsins með farsímainnviðina. Ef við tökum síðan burðanettið og það sem ég var að sýna áðan, IPTV-kerfið og sjónvarpsdreifingun og annað eins bætist í, að þá fyrirtækin náttúrulega á gríðarlega góðum stað. Hvað varðar fjárfestingar, það allt óljóst núna með hvort fjarskiptalagafrumvarpið verði samþykkt. Það hefur hamlað uppbyggingu okkar á 5G vegna þess að við viljum vera viss að sá búnaður sem við erum að nota, hann sé viðurkenndur af íslensku stjórnvöldum. Okkur finnst fráleitt að íslensk stjórnvöld sé að hlutast til það hvaða birgjar eru notaðir hjá einkafyrirtækjum út í bæ. Það samkeppni á þessu markaði, það eru mismunandi framleiðendur, það eru mismunandi kerfi í gangi og við hins vegar þurfum að bíða aðeins með frekari uppbyggingu 5G. Við erum farin í lofti með það, við munum byggja upp á þessu ári en miklu hægar heldur en ella hefði verið. Ég geri ráð fyrir að við fáum svör þetta núna í byrjun næsta árs, í raun og veru ekki á þessu ári og þá heldur 5G uppbyggingin áfram. Hún verður með allt öðru hætti heldur en 4G uppbyggingin og verður ekki jafn kostnaðarsöm. Hvað svo sem stjórnvöld ákveða, þá hefur þetta engin áhrif á núverandi rekstur, á eldri kerfið en eitt slíkt. Það gerist hvergi í heiminum. Þetta bara hraðinn á 5G og hversu fljót við erum að byggja upp landsdekkandi kerfi. Ákvörðun stjórnvalda mun lita það. En ég held að við höfum ekki fengið fleiri spurningar, þannig að ég bara þakka ykkur fyrir og hlakka til að hitta ykkur aftur, ef ekki fyrir hálfsársuppgjörið, þá og þá vonandi erum við með enn meiri fréttir, ekki bara af innviðasölu, heldur líka úr rekstrinum sem í raun og veru sneri við á síðasta ári og heldur áfram að vaxa á þessu ári. Takk fyrir kærlega.